Fanny Larota Katunta fæddist hann 29. janúar 1981 í smábænum Yanaoka í Andesfjöllunum í Perú. Hún næst yngst 7 systkina en foreldrar Fannyar, Silvestre og Juliana eru bændur og reka bíli með kindum, lamadýrum, kúm og nagrísum. Fanny ólst upp í litlu og látlausu leirhúsi og oft var þröngt fjölskylduna. En öll systkinin sváfu saman í einu herbyggi, stundum 3 í hverju rúmi. Yanaoka, svona bærinn sem ég bjó í. Þetta svona fátækasta svæði í Perú. Eina fátækasta svæðum í Perú. Og það er bara bóndafólk þar og börnin hafa kannski ekki mjög mikið tækifæri til að fara í háskóla eða mennta sig meira en bara grunnskóla. Sérstaklega stelpur. Þannig að ég man þegar frá því að ég var lítil sagði mér pabbi, ef þú vilt vera einhver, þá þarftu að fara að mennta þig. Fanny ólst upp á miklum umbrotatímum í Perú. Mikil barátta var milli hers og skæruliðahreyfinga og frumbyggjar upp til hópa stimplaðir sem hryðjuverkamenn. Þetta er svo merki á mann. Þau sem töluðu quechua, sem frumbyggja tungumál, Inga tungumál, þá var þau voru terroristar eða eitthvað svoleiðis. Auðvitað við vorum mjög stolt af uppruni okkar, Inkana og Tupac Amaru sem mesti hetja í Suður-Ameríku. En við máttum ekki tala quechua. Við reyndum eins mikið að fela við værum sveitafólk. Ég ein af fáum af mínu kynslóð sem kann quechua, skrifa, lesa og svona. Fanny var ávallt áhugasamur námsmaður og var oftar en ekki kölluð löt vegna þess að hún vildi frekar vera að læra en að hjálpa til á heimilinu. Í áraraðir var hún með hæstu einkunnir í bekknum sínum og að loknu unglingastigi fékk hún styrk til háskólanáms sem aðeins var veittur hæstu nemendum í árgangnum. Þetta gerði henni kleift að flytja til Cusco og hefja nám við háskólann þar. En námið var þó ekki það eina sem Fanny hafði ástríðu fyrir. En dansinn kom þar í fyrsta sæti. Maður alast upp með dansinum og tónlistinni. Þetta okkar menning og þetta hluti af lífinu okkar. Í febrúar mjög stór hátíð, karníval, og fólk fer út á göturnar kvöldið að dansa, syngja. Þetta getur gerst bara allt kvöldið og kannski alla nóttina og svona. Þannig að mamma fór að dansa og ég var klædd í svona búning, kannski var að reyna að herma eftir mömmu og dansa og syngja og svona. Og þetta byrjaði svona. Og það var einhver hátíð í skólanum, eitthvað svoleiðis. Það var alltaf dansað og sungið. Þannig að mér hefur verið alltaf gaman að taka þátt í öllu. Þannig að ef kennarinn spurði hver vil dansa, hver vil gera þetta, þannig ég sagði ég vil dansa. Og svona byrjaði smá saman. Eftir að Fanny hóf nám við háskólann í Cusco fór dansferill hennar á flug og í 8 ár snýrist líf hennar að mestu dansinn. Hún tók þátt í danssýningum og keppnum með danshóp úr háskólanum og fór svo að kenna dans. Í gegnum danskennsluna kynntist hún háttsettu fólki og fór það svo að henni var boðið að kenna spænsku og quechua í tungumálaskóla fyrir útlendinga. Við einkakennslu á quechua kynntist hún svo Ívari. Fanny og Ívar giftust 12. apríl 2008 og fluttust til Íslands stuttu síðar þar sem Ívar fékk ekki framlengt dvalarleyfi í Perú.
þegar ég kynntist manninum mínum, þá var, hann sagði mér að hann væri frá Íslandi. Svona, einhvern veginn ég bara fattaði ekki hvað þetta væri, svona, ég hafði bara engan áhuga. En svo ég bara einhvern veginn tengdist við Disneyland. Mér fannst það bara, ok, það er eitthvað svoleiðis. Ég hafði ekki hugmynd hvað Ísland væri. Ég hafði aldrei hugsað mér að flytja úr landinu mínu. Ég man þegar ég gagnrýndi rosalega mikið fólki sem flutti úr landinu. Mér fannst það eins og vera að svíkja landið sitt. Lífið á Íslandi hefur haft mjög mikið áhrif á mig. Þrátt fyrir að ég upplifði þannig að svo neikvæð samfélag þegar ég var nýflutt til Íslands, það var ég ákvað að sjá jákvæða hliðina og það var miklu meira þar en í neikvæða hliðina. Og ég er svo heppin að vera hér. Ég segi alltaf við fólki sem ég hitti, þegar við erum svo heppin að búa á Íslandi vegna þess að við erum frjáls hér. Við getum sagt það sem við viljum, við getum gert það sem við viljum. Hér meira tækifæri. Ef þú vilt fara í skóla, þá getur þú. Þú þarf ekki að vera ríkur til að fara í skóla, í háskóla. Ef þú með fjölskyldu og þú vilt mennta þig, þá getur þú gert það. Og þetta það sem mér finnst frábært á Íslandi. Í þau 7 ár sem Fanny hefur verið búsett á Íslandi hefur hún lokið BA-prófi í íslensku fyrir útlendinga og meistaraprófi í bókasafns- og upplýsingafræði. Hún hefur einnig eignast 2 dætur, þær Gabrielu Sif og Andreu Lind. Við eigum 2 stelpur, ein 5 ára og 2 ára. Og það finnst mér að íslensku samfélagi svo frábært hvernig eru börnin hér frjáls og svo mikið öryggi og svona. Þegar ég sé stelpurna mínar núna hér, ég svo þakklátt að þær búi í svona samfélagi. Þær eru verktaðar, það mjög vel hugsað þær í leikskólan og einhvern veginn þær eru hamingjusamar. Þegar ég hugsa þær núna og æskuna mína, þetta svo fjarlægt. Þegar ég segi sögurnar af æskunni mínu við eldri stelpuna mína, hún svo forvitin. Ég held að hún fatti ekki að þetta sé raunverulegt. Hún heldur að þetta sé einhver svona ævintýri, eitthvað svoleiðis. Ég segi við hana þegar ég var 4 ára, byrjaði að passa kindurnar og ég veit að það var ekki alltaf fallegt. Mér líður mjög vel hér. Ég hugsaði mér ekki að flytja aftur til Perú. Þetta svo, ég myndi sakna þess að búa svona hér. Walicha Lisa Pasnyawa, Niña Chay Riveras, Maipirak Tupanki. Cusco Raikunapis, Niña Chay Riveras, Machtata Suashan.